Já, komið sæl. Við höfum svona smá lað hérna inn á Grænlandshafi sem á leiðinni norðurbóginn og fer hérna milli Íslands og Grænlands í nótt og henni fylgja skil sem að ganga yfir landið í nótt, þannig að það mun rigna duglega á Vesturlandi. Síðan í framhaldinu eru suðvestlægar áttir sem að munu stjórna veðrinu hjá okkur í raun og veru alveg fram yfir helgi og þessum suðvestlæga áttum fylgir venjulega svona rakt loft og það verður nú raunin núna og það verður því svona nokkuð úrkomusamt landið vestanvert næstu daga en aftur á móti ætti að verða þurrt og bjart austanlands. Og ef við lítum á hitasviðið að þá svona ekki langt í svolítið svalara loft og það mun nú svona vera leika við okkur svolítið og hitastigið á Vesturlandi og Suðurlandi verður nú kannski ekki meira en 10 gráður næstu daga en aftur á móti á austanlands ætti að verða mun hlýrra og þar gætu alveg sé hitatölurnar að fara einhvers staðar milli 15 og 20 gráður þegar hitinn verður sem hæstur. En við skulum skoða hvað að gerast núna næsta sólarhringinn. Við sjáum hérna inn í þessa lag og skilin frá henni sem eru að nálgast landið og að fer að rigna sem sagt í nótt vestanlands og það mun væntanlega rigna duglega tíma en þetta verður nú fljótt að eyðast og strax í fyrramáli verður nú farið að stytta upp og síðan svona í framhaldinu að þá tekum við svona strekkingsvindur hérna vestanlandslandið og þá kannski sérstaklega norðvestanlands en aftur á móti mun hægari vindur á Austurlandi. Og svona lítir þetta út hjá okkur klukkan 9 í fyrramáli, það verður svona rigning hérna ennþá sunnanvert landi og einhverju skúrir á Vesturlandi en svona skýjað en þurrt austanlands og þegar líður á dagina þá léttir nú til hérna landið, það hættir styttur upp vestan til og sólin fer að skína skjart austanvert landið og þar gæti hitatölurnar alveg farið fyrir 15 gráðurnar á morgun. Nú síðan áfram á föstudeginum og þá erum við áfram í þessari suðvestan strekkingur og væti tíð hérna landið suðvestanvert meðan að norðan og austanlands ætti nú að verða þurrt og kannski sjá einhvern til sólar, spárinu og gera ráð fyrir að verða nú fremur þungbúið á föstudaginn en síðan á laugardaginn að þá erum við áfram í suðvestanáttinu og áfram með rigning hérna sunnan og vestanvert landið. Þetta verður nú eitthvað ekki svona samfelld rigning, heldur svona rigning og skúrir með köflum en norðaustan til ætti nú að verða og austanlands ætti að verða þurrt og það verður einnig hlýjast. Nú síðan á sunnudeginum að þá verður svona að byrja að svona stytta upp, það verða áfram skúrir landið vestanvert en aftur á móti ætti að verða nokkuð bjart austanlands, áfram hlýjast þar en það verður svona strekkingsvindur hérna sérstaklega á vestanverðu landinu. Nú, ef við skoðum hvað gerist í kringum okkur þá nú hlýtt hérna áfram á Norðurlöndunum hitatölurnar víða og yfir 20 gráður en það svona þungbúið sunnan til það sem verður víða skúrir eða rigning og það á líka eftir að rigna á Bretlandseyjum morgun og svo sjáum við hérna víða álfina er skúraloft og það ekki fyrir við erum komin til Grikkland sem að fer að stytta almennilega upp og sólin að skína og sömuleiðis á Ítalíu, svona Suður Ítalíu ætti nú að verða líka nokkuð bjart veður. Og ef við förum vestur á bógina þá heldur áfram að hitna á Íberíuskaganum og þar getur hitatölur náð upp í 40 stig á morgun þar sem að hitinn verður hæstur en aftur á móti í Frakklandi er þungbúið rigning og skúrir og hitinn mun lægri. Ef við förum síðan suður til Kanaríja þá nú svona norðlega átt svona kannski nokkuð ákveðin en það verður nokkuð sólríkt og hitatölurnar milli 20 og 25 gráður. Nú ef við förum vestur hafa þá bjart viðri bæði hérna við austurströndina og vesturströndina. Aftur á móti áfram mikið þrumur og úrkomi hérna í Texas og þetta teygir sig í raun og veru norðurbóginn inn á slétturnar. En við skulum enda þetta á korti morgundagsins, það verður sem sagt svona vestanstrekkingur á morgun en aftur á móti svona þegar líður á daginn á svona að létta til og það verður þá bjartast á Austurlandi sem hitinn verður hæstur og vindur einnig minnstur. Segjum þetta gott að verið sæl.